Hamingju með afmælið þess. Hvað afmæli? 2 dagar í dag síðan við byrjuðum að vera saman. Ég var búin að gleyma því. Hamingju með daginn, skan. Jói, ég nenni ekki að standa þessu núna. Það maður bara. Er mér með ETS núna? Viltu gjöra svo vel að vera ekki að tala um það hér? Krakkar, ekki láta svona. Kaffihús okkar er 2 ára í dag, þið eigið 2 ára afmæli í dag. Skál. Skál. Don't forget the corners. Skal lofa því að ég fyrir á sjónum leið og ég er orðinn góður í bækinn. Jó, minn, viltu koma annað hvítinsglas handa mig? Já, 1 rauðinsglas fyrir mig, elskar. Salat fyrir mig. Kaffihúsið klístur, gott völd. Nei. Hvað stelpur þetta hann? Hann hver? Hákon! Hvað gengur að þér, mannskeitarinn hana? Hvað heitir hann, kynfræðingur sem samdi bókina hana hvenær maður kemur? Nei, getum ekki hvenær maður grætur. Hvað, er hann kvensjúkdómalæknir líka? Nei, elskan mín, hann er röntgenlæknir. Hann sér sem sagt í gegnum konur. Eru þið enn að tala um kvensjúkdómalækninn? Jói minni, hún Ólöf hefði ekki bent mér á hann, Hákon, þá værir þú ekki hér. Æi, hvað ertu að gera, maður? Ertu að reyta arfa eða hvað? Hvernig á ég þá að gera þetta? Æ, ég nenni ekki standa í svona. Ég held að þú væri hættur að reykja. Þú ert ekki hætt. Nei, en þú veist hvaða áhrif reykingar hafa á karlmenn. Já, ég veit það, Kristín. Þeir missa getuna. Skotin. Þarf alltaf að vera að minna mann á þetta. Það er næsta víst að bæði lið Káur og Valur ætla sér sigur. Jú, þetta er allt skítut hérna. Hvað er langt síðan við skiptum á rúmmánu, Jón? Var í agabanni í síðasta leik. Og staðan 2-0 fyrir Valur. Nei, ég skal. Hörður Magnússon að sendingu yfir og Atla. Hvað til að éta? Opnaði ískapinn og gáði að því. Hvílík eyðing. 1 dolla af sinni. Farðu nú til búðeskunum og kaustu eitthvað gott í matinn. Af hverju alltaf ég? Gott að því? Gott að þið komið hérna. Stefán Ómarsson. Hann spyrnir langt fram. Æ, ég held að sé Hilmar Björnsson er rétti tíminn í mánuðinu. Rétti tíminn í mánuðinu? Hvað veist þú um það? Það er rétti tíminn í mánuðinu fyrir mig. Ekki hnettunum. Ríkharður á Brynjar og Brynjar á Gunnþór. Veistu hvað þú ert? Þú ert mannleysa. Alger mannleysa. Ég meina! Þetta er með ólíkindum. Klúðra svona dauðafæri. Galopnu marki. Skyldan hitti klósettið heimi á sér. Já, hérna. Svo fór ég út í búð og hitti Ólöf. Ó, ekki að rifja það upp líka. Skilaði þessu stress eitthvað skrýt. Ég sver, ég ætlaði... Já, ég veit. Það er líka svona ástætt fyrir mér í mánuðinu en ég fara að nulla Ólöf. Ekki skamma mig. Skammast mig nóg nú þegar. Ég get ekki sofið út af þessu. Bara ég ræði ekkert við þetta. Á þessum tíma mánaðarinn sem þetta bara gefur öðruvís út hjá ykkur. Og hvað gerði svo hjá þér? Getur ekki eitthvað gott og fljótlegt í matinn fyrir sjálfstæða Íslendinga? Æi, Jón, hættu þessu. Hvað? Keyptirðu ekkert í matinn? Hvað sýnist þér? Þetta er ekki matur.
Mér langaði svo til þess að smyrja þessu svona á franskbrauð og steikja þetta á pönnu og setja þessu svona tómatsós og sinnep á þetta. Ég skil. Fyrir tíðagræðki hjá minni. Þú ætlaðir að drepa mig. Gera eitthvað í þessari fyrirtíðaspennu, þá skil ég við þig! Hvað viltu að ég geri? Þetta er ólæknandi sjúkdómur! Farðu þá til læknis, geðsjúklingurinn! Þú hefði bara ekki átt að vera að tala þetta með kjötfarsu. Mér langaði svo í steikt kjötfarsu og franskbrauð með sinnep og tómati. Þú getur tróðið þessi kjötfarsu í kjaftina á þér! Ég er farin út að borða! Don't go to strangers. Come on home to me. Play with fire till your fingers burn. And when there's no place for you to turn. Það aðeins einn kvenlæknir í bænum sem hægt að treysta. Og öll léttsveitin búin að prófa hann og sammála það. Hvernig ferðu að því að ná þessum djúpu tón? Ég er ekki á steyra með þú heldur það. Nei, ég hélt ekki, en þær eru ekki margar söngkonunnar með svona rödd. Þetta við hjónin erum alveg yfir okkur hrifin að þér. Ég þakka. Já. Jæja. Þú ert að koma til mín í fyrsta skipti. Þvílíkur heiður. Já, vonandi ekki það síðasta. Nei, ég er semst búin að ganga á milli kvensjúkdómalækna eins og milli Pontíusar og Pílatusar og enginn þeirra hefur nú getað hjálpað mér hingað til. Þetta er kannski ekki spurning um að hjálpa heldur skilja. Skilja konuna í konunni. Konuna í konunni? Hvað meinar þau? Konuna sem liggur í leynum á bak við allar áhyggjur kvöndagsins. Því ég sé það á þér að þú ert í vandræðum með mannið þinn. Það vantar nú ekkert nema glerkúlun á borði hjá þér. Leggurðu kannski tarotspil líka? Við kvensjúkdómalæknar verðum að kunna lesa í kveneðlif. Já, sem sagt, maðurinn minn hótaði því að skilja við mig ef ég leitaði mér ekki lækninga. Varstu alveg að ganga frá honum? Já, þau stundu bara svo ógeðslega í taugarnar og ég geti hreinlega að kólum! Já. Hvenær í tíðarhringnum er þetta nákvæmlega? Já, þetta er svona, viku, 10 dögum fyrir tíðir. Já. Sem sagt FTS á háu stíði. Viltu tala íslensku? Ég þoli ekki lækna sem tala latínu. Segjum 2. Ég er mikill hreintungumæður. Nei, FTS stendur fyrir fyrirtíðarspennu. Já. Og þá er maðurinn þinn líklega með BFG. Sem þýðir? Brundfyllisgremja. Já. Hann er líklega með hana. Hvað segirðu? Veistu, það er talið að 58% allra hjónaskilnaða stafi af árekstrum milli þessara 2 hormónatruflana. Já. Ég hef nú aldrei heyrt minnst á þessa gremju, hvað? Nei, hún er mjög svipuð fyrirtíðarspennu hjá konum. Já, sem sagt svona pirringur og geðvonska. Já, einmitt. Nema hvað að karlmaðurinn þjáist af brundfyllisgremjunni meira og minna á hverjum degi. Þetta skýrir náttúrulega allt. Já. Sendu manniði bara til mín ef það er einhver meiri háttar vandræði með það. Nú, er Hákon karlsjúkdómalæknir líka?
In a way hann það. Hann ekki þvagfæra sinnfræðing? Æ, ég veit ekkert það, en allavega þá trúði ég honum fyrir þessu svona vesenni á okkur Jóa. Og kynlífið allt í klessu hjá okkur? Klessu? Já, það kannski ekki rétt orðið klessu. Það mætti alveg vera í meiri klessu, skilur. Það bara, auðvitað mættum við gera... Gera það oftar? Já, einmitt. En sko þegar ég ekki með þessa fyrirtíðaspennu þá ég á túr kannski í viku 10 daga og nú ef ég í stuði þá hann í fílu og svo hótar hann bara að skilja við mig. Þið eigi ekki börn, Kristín, eða? Ekki saman, Nei. ég á 1 og hann á 3 Fjölgosi, sem sagt. Fjölgosi? Já, það mín prívat þýðing á orðinu multipromiscuity. Ég svo mikill aðdáandi íslenskra tungu. Já, einmitt. Hérna, má ég spyrja svona voðalega asnalegar spurningar? Sjálfsögðu, Lína. Veistu, enginn verður vitur sem ekki þorir að gera sig að fíbli innan menntaða. Nei. Hérna, getur verið að ef frjóvgun á sér ekki stað við egglos, að þá svari kvenhormónarnir með árás á karlkynið, þannig að það sé kannski orsökin fyrir því að mig langi svo oft til að drepa Jóa á þessum tíma mánaðarins. Já, neða, þetta getur verið þín persónulega sálræna skýring, en læknisfræðin hefur aðrar skýringar. Ég get sagt þér það, Vina, að þú tilheyrir 3% kvenna í öllum heiminum sem eiga við þetta vandamál að etja. Hvaða vandamál? Að vilja drepa eiginmann sinn á þessum tíma mánaðarins. Vilja 3% kvenna drepa manni sinn? Já, 3%. Í Englandi var kona nýlega sýknuð af því að keyra viljandi á mannin sinn af því hún hafði þessa málsbætur. Fyrir tíðarspennuna. Þú ætlaðir að drepa mig? Já, Kristín mín. Þetta getur endað með ósköpum hjá okkur ef ekki gripið í taumana. What's wrong with you? Nothing you can't fix. Sviðakjamma með rófustöppu, mikilli rófustöppu. Dóni! Gott kvöld. Vísindamenn við Rutgers-háskóla í New Brunswick í Bandaríkjunum virðast hafa gert merka uppgötvun nýlega. Þeir telja sig hafa fundið efni sem úr megi framleiða lyf til að framkalla kynferðislega fullnægingu hjá konum. Efni veldur fullnægingartilfinningu í heilanum með því að örva eina af þeim taugum sem liggja upp í gegnum brjósthólið og til heilans. Yrði slíkt lyf sett á almennan markað, gæti svo farið að konur teldu sig hafa enn síður þörf fyrir karlmenn í framtíðinni. This hurts. Oh, that really hurts. This. Hólmfríður, Halldóra, Hildigunnur, Hanna. Já, Hanna, það er það. Kemur á stofu til að tala við Dr. Lundgren á Borgarsjúkrahúsinu í Malmö vegna sextransit-operasjón og... Varst þú þessi viðbjóðslegi kvenlæknir sem hefur á kafi í annarri hverju köntu í bænum? Já, það er ég og er stoltur af því og þú... Ég er maðurinn hennar Kristínar Frank. Já, veistu, ég er mikill aðdáandi hennar. Mér er alls gott að sama, ég er búinn að fá ná að henni. Og konum yfir höfuð. Nei, hvað er að sjá augun í þér, maður? Það er svo lekið eitthvað úr þeim, það er...
sest þú hérna niður, sestu. Mér langar að kíkja aðeins betur á þetta. Sestu hérna. Svona, já. Aðeins kíkja. Já. Mér datt það í hug. BFG á háu stíði. Hvar? Hvað er ég með? Hefurðu gert þig grein fyrir því að 17% karlmanna á norðurhjara veraldar eru haldnir brundfylli skremju sem þeir ráða ekki við? Hvað er nafnið? Jóhann Steinsson. Fyrrverandi trommulíkari, er það ekki? Jú. Varstu ekki í Jarðarbergi? Jú. Já. Varst þú í bransanum? Já, nei, ég svona spilaði smá gítar, ferlega lélugur, það var... Heyrðu, nú skalt þú bara leggjast hérna upp á bekkinn. Svona vinnur. Og reyna að slaka svolítið á svona og reyna að láta þig líða vel. Þá kannski skilurðu konuna þína betur. Bara slaka á. Svona vinnur. Já. Þetta er kannski ekki alveg rétt, við skulum... snúa alveg, já, svona. Svo skulum við sita lappina hérna, já. Þessa svona, já. Aðeins bara svo rétt, aðeins svona, já. Svona, já. Það er ekki tekið út með sældin að vera kona, ha? Nei. Í alvöru talað. Já. Hvað á ég að gera? Meina, kona mín er alveg hætt að nenna að sofa hjá mér. Já. Hún vill ekki... Ég ger ekki eitthvað... Sko, kannski finnurðu ekki það sem átt að finna. Já, kannski finnurðu ekki konuna svona í konunni, sko. Og kannastu við það? Heyrðu, Kristín segir mér að þér gangi svo illa að hætta að reykja. Er hún að tala við þig mig? Það sjálfsögðu. Ég verð að vita allt samlíf ykkar hjóna til að sjúkdómsgreina hana rétt. Svona, svona. Þú veist að það má rekja 91% af stinningarvanda karlmanna til reykinga. Nei, ekki þú líka. Jæja. Gat hann gert eitthvað fyrir þig? Fyrir mig? Hver? Vitið þið hvað hann sagði við mig núna? Veistu, Kristín, þú ert eiginlega fædd til þess að eiga börn. Ég trúi þess ekki. Sagði hann þetta við þig líka? Þú ert áreiðanlega með mjög góða girnd. Ég fyrir ekki grind. Viljum við ekki bara eignast annað barn ef við líður svona vel á meðgöngunni? Það er konunni eðlilegast að vera ólétt. Konunni eðlilegast að vera ólétt? Kvenfyrirlitning. Er ég að hlusta á kvensjúkdómalækni í lok 20. aldar að hann segja mér hvað konunni er fyrir bestu? Veistu, Kristín, ég er sjálfur mjög mikill femínisti. Það er satt, Hákon, hann er engin kallremba. Nei, alls ekki. Hákon skilur konur alveg einstaklega vel. Svona eru grískir kallmenn líka. Þeir dýrka konur bara því þær eru konur. Og hann Hákon, hann hefur meira að segja tekið kúrs í feminisma fyrir kvensjúkdómalækna. Ég nöktu það en það enda allavega með því að ég lét taka úr mig lykkjuna. Ég nú við, hún er bara farin á flakk. Lykkjan? Já, ég finn hann ekki, hvað? Það kallar hjálparsveit skáta til að leita henni. Ég er nú sjálfur í henni, það er. Og ættir að finna hana? Já. Er ekki ég þá maðurinn þinn? Það finnur nú aldrei neitt. Veistu, Hafina, þú ert gift fjölgosa með Casanova komplex. Veistu, ég sá strax í gegnum það. Það er með svokallaða fjölgosa flækju. Nú? Já. Hvað er fjölgosa flækja? Sko, fjölgosar, þeir eru innst inni hræddir að þeir séu ekki nógu miklir karlmenn, skilur. Þeim finnst þeir þurfa að sanna karlmennskuna. Stundum eru þeir með mörgum konum og sjá til þess að allir frétti það. Skrifa karlagrópsbækur eins og kollegi minn, hvenna maður kemur.
Sem betur fyrir Jó ekki sendibersfær. Nei, en hann á fullt af börnum og þannig lætur hann umhverfið vita að hann sé sannur karlmaður. Þú átt líka fullt af börnum. Já, ég á 7. Hver veit nema ég eignist fleiri áður en yfir lýkur. Heyrðu, hvernig finnst þér Etta James þegar hún segir yes? Heyrðu, verð alveg kjör núna. Hérna finn ég fyrir einhverju málkenndu, sko. Yes. Þegar hún syngur Someone to Watch Over Me, þá verð ég alveg, sko. Veistu, við hjónin sáum hann einu sinni á Ronnie Scott. Hann bara dauður kallinn núna. Jæja, hérna, loksins, hérna kemur hún. Sæl elskan. Vilt þú eiga hann eða? Nei. Við hendum henni bara. Já. Annars, allt í lagi. Já, það alltaf allt í lagi hjá mér. Ég var nú ekki að spyrja móðurlífið þér, heldur mér. Já, þetta allt í besta standi. Það gerir söngurinn, sko. Slímhúðin, hún elegant. Það eru engar bólgur, engin hnútar, það ekkert. Þetta bara absolutamente perfetto. Heyrðu, ég var að fá svo sniðugt tæki frá Svíþjóð. Það mælir vaxandi fyrirtíðarspennu þannig að þú getur undirbúið með æfingum að lyfjagjöf áður en brjálaði skellur á. Sérslega sína hérna, sko. Svona. Finnst þér þetta ekki sniðugt hjá Svíunum? Þeir eru fremstir á þessu sviði í heiminum. Hvað ætlarðu að gefa mér þetta? Já. Þú ert fyrsta konan á Íslandi sem færð að prófa þetta tæki endurgjaldslaust. Heyrðu, hvernig finnst þér Dinah Washington þegar hún syngur I've got you under my skin? Sorry. En sniðugt tæki, Kristín. Svona þyrfti ég líka að fá. Já, þetta allar konur að eiga svona tæki. Sjáðu, Sleppur, ég alveg að fá kast. Það örfá stundir í það, sko. Kristín Frank, jazzsöngkona, kemur á stofu vegna sterkra PMT-einkenna. Gínskoðun eðlileg. Slímhúð sérlega blóðmikil, set hann á Fontex 500 mg og spennuleitartæki. Hvað eru svona listakonur eins og Kristín Frank að gera með óhefluðum sjóurum? Hún þyrfti sko á öðrum og betri manni að halda. Menntuðum manni.